Nú ætlum við að kíkja aðeins á þriðja hlutan af öðrum kaflanum úr bókinni Kraftur og hreyfing. Vinna er þegar hlutur færist úr stað fyrir tilstilli krafts. Það þarf sem sagt kraft til þess að færa til svona kassa. Það köllum við vinnu, en við getum reiknað út vinnuna þegar við margföldum saman kraftinn sem beitt er og vegalengdin sem kassarnir eru færður hverju sinni. Til þess að framkvæma vinnu þá þurfum við orku, en orkan er einmitt hæfileikinn til þess að framkvæma þessa vinnu. Afl er síðan mælikvarði á hve hratt vinna er unnin. Við þurfum sem sagt, af því að ef við skoðum kassana hérna aftur, ef við ætlum að flytja þessa kassa upp ákveðna vegalengd eða ákveðna vegalengd, skiptir svo mikið máli hvort það er upp eða til hliðar, þá þurfum við í það ákveðna vinnu. En hvort við tökum einn kassa í einu eða fleiri, skiptir ekki máli, það er alltaf sama vinnan. Því við erum að flytja sama kassafjöldan sömu vegalengd. En ef við tökum þá allir í einni ferð, þá erum við væntanlega fljótari og þá þurfum við til þess meira afl, en vinnan er svo sama. Formúlu eins og þessa getum við umskrifað. Við getum umskrifað allar svona formúlur. Hérna erum við með afl er jafnt og vinna deilt með tíma. Ég get umskrifað þetta. Ef ég flyt t-ið yfir jafnaðarmerkið þá breytist það í margföldun. Ef ég flyt a-ið yfir jafnaðarmerkið þá breytist það í deilingu, þannig að þá víxlast í raun og veru t-ið og a-ið, og svo síðasta ef ég flyt a-ið bara hérna yfir og snýðinni síðan við. Vinna er jafnt og afl sinnum tími. En það er spurning, hvað er verið að spurja þegar við förum að reikna dæmi þar sem við notum svona formúlu, nú eða formúlu eins og við vorum með hér. Við getum umskrifað þessa formúlu á nákvæmlega sama hátt. Við mælum vinnu í einingunni newtonmetrum eða júlum. Það er yfirleitt tala meir júl, en það er hægt að segja newtonmetrar líka. En afl mælum við í einingunni vött. Þetta er skammstafað með stóru jóði eða stóru tvöföldu vaffi. Ég ætla að sýna ykkur stuttlega hvernig við reiknum svona dæmi. Hver er vinnan? Jú, þá þurfum við að vita hver formúlan er fyrir vinnu. Og hún var vinna er jafnt og kraftur sinnum vegalengd. Þá var formúlan, það er spurt vinnu, þannig að ég þarf bara að setja inn kraftinn sem eru newtonatalan. 300 sinnum 2 metrar gefur mér 600 newtonmetra eða 600 júl. Þetta er bara svarið. Næsta, 200 newtonar járnbút upp 4 metra. Þetta er nákvæmlega eins. Nota sömu formúlu, 200 sinnum 4 gefur mér 800 newtonmetra eða 800 júl. Hér er aðeins öðruvísi dæmi því að hér er spurt afl. Og hver var formúlan fyrir afli? Jú, afl var jafnt og vinna deilt með tíma. Þetta er nú kannski ekki allega að skrifa hjá mér svona aðeins skara. Júl er vinnan, þannig að það byrja ég bara að skrifa 50 því að það er spurt aflið. Svo hef ég formúluna svona. Afl er jafnt og vinna deilt með tíma. Tíminn eru 5 sekúndur og þá fæ ég út úr þessu 10 vött. Það er alltaf í vöttum. Og síðasta dæmi sem við ætlum að skoða. Hér er vinnan ekki gefin, en það er hins vegar gefin krafturinn og vegalengdin. Og ég þarf að vera að byrja á að fara í formúluna sem við notuðum á það, sem var vinna er jafnt og kraftur sinnum vegalengd, og reikna vinnuna. Það ger ég með því að margfalda saman 500 sinnum 3. Fæ út 1500 er það, ekki 15.000. Ég farin að fara aðeins svo langt.
Og þegar ég er búin að, það er vinnan, og þegar ég veit vinnuna þá þarf ég bara að deila, af því að afl var vinna deilt með tíma, vinnan deilt með tímanum, og þá fæ ég 100 watt. Vélar eru tæki sem auðvelda mönnum vinnu. Þegar við segjum vél þá sjáum við að margir fyrir sér bílvél eins og við sjáum hér, en vél er í raun og veru miklu víðtækara hugtak heldur en bara bílvélar eða einhverja flóknar vélar sem fólk sér fyrir sér. Það er hjálp okkur með því að breyta stærð eða stefnu þeirra krafta sem við erum að beita, og það er alltaf ákveðin kraftur sem við beitum á vélina að vélinn tekur til sín, og svo skilar hún út einhver öðru. Það sem hún tekur inn köllum við inntakskraft, og það sem hún skilar út köllum við skilakraft. Hve vel vélarnar nýta svo inntakskraftin köllum við kraftahlutfall. Og kraftahlutfall er einfaldlega inntakskrafturinn deilt með skilakrafturinn. En hve vel vélar geta nýtt vinnuna sem að beitt er, köllum við nýtni. Og nýtni getur aldrei orðið 100% vegna núnings. Það er alltaf smá núningur í vélinni. Ef nýtnin væri 100% þá myndi vélinn ganga sjálfur sig, og settum við hann í gang og svo myndi hún bara ganga endalaust. Og það er oft verið kallaðar eilífðarvélar, en svoleiðis vél er bara ekki til út af núningnum. Að lokum ætlum við að kíkja á 6 einfaldar vélar. Vogarstöng er fyrsta, það er þegar við erum með stöng sem að snýst ákveðin vogarás sem kallað er, sem er punkturinn hér eða punkturinn hér. Þið vitið að þið farið að vega salt, að þá geta einn sem er léttur og annar sem er þungur alveg vega salt saman. Þessi þyngri þarf bara að færa sig nær vogarásnum, er það ekki, nær miðjunni, þá virkar hann léttari. Og hér getur lítill strákur lyft þungum steini, af því að þegar hann togar í stöngina hérna þá fer þessi endi stangarinnar mjög langa vegalengd, en þessu mjög stutta. Þannig margfaldast krafturinn upp. Trissa eða blökk er svona fyrirbæri þar sem við förum með bandi gegnum hjól, og það er hægt að nota svona trissu eða blökk til þess að búa til það sem við kallum talíu. Þá eru margar trissur saman sem að mynda svona það sem kallað er doblun. Þá tókum við bandið langt en trissan fer stutt, og þannig margföldum við upp kraftin. Hjól og ás, það er þegar hjól snýst svona ás. Skáborð er þegar eitthvað rúlar niður, svona skábraut eða skáborð. Rennibrautir eru líka skáborð í raun og veru. Og svona sem er sett undir hurðar til þess að stoppa þér. Eða það er í sjálfu sér skábraut að hluta til líka. En við getum líka nota þetta sem auðvelda okkur vinna. Ef við þurfum að rúlla einhverju upp, þá er auðveldar að rúlla því upp svona skápflöt heldur en alltaf rúlla því upp eða beint upp í loftið. Þannig að við notum þetta sem auðvelda okkur vinna. Fleygur, það er svona sem við nota til þess að kljúfa. Og að lokum skrúfa. Skrúfur er notað til þess að festa hluti saman, en við getum líka nota skrúfur til þess að færa hluti til. Hér til dæmis vatn. Það er hægt að nota þetta líka í eins og hefilbekkjum inn í smíðastofu. Þar undir er skrúfa sem skrúfar bekkin til og frá þegar þau þurfa að klemma eitthvað á milli. En skrúfur eru til margra hluta nýtsamlegar. En þá er þessum hluta lokið.